Hún sest hjá mér Eva Marín Hlynsdóttir, lektor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Velkomin Eva Marín. Við ætlum að fara aðeins yfir starfsaðstæður sveitarstjórnarfólks og svona hlutverk þeirra og þú sérfræðingur í sveitarstjórnarmálum í svona þessari stjórnmálafræði. Þú skrifaðir mjög áhugaverða grein sem kom út í lok síðasta árs svona, starfsaðstæður sveitarstjórnarfólks og komst að ýmsum áhugaverðum niðurstöðum. Við erum að sjá töluvert meira brottfall af sveitarstjórnarfólki hér á landi heldur annars staðar. Geturðu sagt mér aðeins frá því? Já, við erum sem sagt, við getum kannski talað svona endurnýjun. Við séum svona hátt endurnýjunar hlutfall hér með að við kannski miðum okkur við næstu lönd. Og við erum sem sagt, af þeim sem svöruðu þessari könnun hjá mér síðastliðið vor, þá rauninni spurði ég bara það hvort að fólk hefði hyggju að bjóða sig aftur fram til sveitarstjórna þá í kosningu sem verða núna eftir tæpan hálfa mánuð. Og það kom í ljós að 43% af þeim sem tók afstöðu, þeir ætluðu ekki að bjóða sig fram aftur. Og við höfum verið með mjög hátt endurnýjunarhlutfall síðustu kosningum. Við höfum verið með alltaf svona 55 til alveg og yfir 60% endurnýjun í sveitarstjórnum almennt í síðustu svona 3-4 kosningum. Og þetta hefur verið að hækka mjög mikið. Við getum tekið sem dæmi að upp á 1990 þá þetta hlutfall að þá erum við að fá inn 4 af hverjum 10 nýja í hverju kosningu meðan nú þetta hlutfall 6. Já. Og þetta þú veist, hljómar kannski í rauninni bara allt í lagi, það bara meira lýðræði og fleiri sem komast að og fleiri raddir en að einhverju leyti segir þú að þetta geti verið áhyggjuefni og það kannski fyrst og fremst svona í smærri sveitarstjórnum, það sem kannski kerfið er minna sem tekur á móti fólki. Já, við getum alltaf hort á þetta út í einsum sjónarhornum. Auðvitað náttúrulega viljum við hafa endurnýjun. Við viljum hafa eðlilega flæði og við viljum hafa lýðræði þannig að fólk getur boðið sig fram og við getum valið á milli einhverja valkosta. Hins vegar að í svona kerfi eins og við erum með, þar sem við erum með tiltölulega fámenna sveitarstjórnir miðað við eins og í nágrannalöndunum og við erum líka með svona tiltölulega fámenna stjórnsýslu á sveitarstjórnarstiginu. Þannig að sem þýðir með öðrum orðum að sveitarstjórnarfólk hjá okkur, það er að taka þátt í svona stjórnsýslu störfum kannski svona daglegum verkefnum að meira heldur en við erum að sjá í nágrannalöndunum. Þannig að ef við förum að fá svona, háa endurnýjun þarna, að þá getur það verið einfaldlega verið til þess að það er erfiðar að reka sveitarfélögin, þurfa lengur að koma sér í gang eftir hverjar kosningar, en þess að fólk það kemur alltaf nýtt fólk, það þarf að setja sig inn í allt saman og svo kannski ræði það sér nýjan sveitarstjóra líka og þá eru allir nýjir nema það eru einhverjar kannski 3-10 manneskjur í ráðhúsinu sem eiga að halda utanum og eru með alla þekkinguna. Já. Þú talar líka að þetta sé ekki endilega eins hjá kynjunum að eins og við sjáum kannski oft og víða að konurnar staldra styttra við. Já, það virðist vera sem að þær fara hraðar út. Það er sem sagt, við höfum verið með, það hefur verið að vaxa, þátttaka kvenna hefur verið að vaxa. Við erum komin upp í 44% til síðustu kosningar og erum orðin bara mjög há með að við svona evrópskum mælikvarða. Það sem hins vegar kom fram í þessari könnun og maður var svona aðeins búin að gruna að konur eru að fara hraðar út heldur en karlarnir. Þeir fara líka hratt út en við erum að sjá kannski að meðan að þar er svona 50% endurnýjun og þá eru þær kannski 60-65 jafnvel í endurnýjunni. Þannig að það virðast vera einhverjir það virðist vera sem að þær skila sér hraðar út aftur. Sástu í þessari könnun einhverja skýringar á því af hverju fólk, bæði konur og karlar, staldra kannski styttra við í þessum störfum heldur en nágrannar okkar? Erlendar rannsóknir hafa sýnt að það er náttúrulega svona ákveðinn tímafaktor. Fólk náttúrulega hefur ekkert endalausan tíma til þess að taka þátt í því þetta er mikið sjálfboðaliðastarf og það er alveg vel þekkt að þar sem við erum með svona kerfi eins og það sem ég vil kalla áhugamannakerfi
þar sem að raunni þátttakan byggist fyrst og fremst á því að fólk er þarna þess að þau eru áhuga á að vera þarna og þetta er svona sjálfboðaliða. Þó það sé að fá eitthvað greitt þá er það aldrei það mikið sem að bæta upp allan þann tíma. Og það er alveg vel þekkt að það fólk það fer hraðar út heldur en þeir sem eru í atvinnumannakerfunum. Hins vegar að þá sko hvers vegna nákvæmlega þetta er svona hjá okkur, það virðist vera eitthvað tengt álagi og eitthvað tengt jafnvel sko greiðslum fyrir, það náttúrulega tengist það sko ef þú ert að fara að vinna mikið þá viltu fá meira greitt fyrir það. Og eins líka einhverju leyti eins og maður sá hjá sko til dæmis með mununum milli kynja að konur til dæmis töluðum það að þær væru sinntu mun meira mæli ógreiddum eða ólaunuðum verkefnum eins og inn á heimilum samt við fjölskylduna heldur en karlmennir. Er einhver munur á sveitarfélögunum eftir stærðum þegar kemur að þessu? Er meira álag á einmitt kannski minni fulltrúum í minni sveitarfélögum sem þurfa þá kannski að setja sér fleiri hatta eitthvað slíkt? Sko það nefnilega var líka svolítið áhugavert vegna þess að í rauninni að þá sko ef maður mælir í tímum þá eykst álagið eftir því sem að sveitarfélögin stækka. Já. En hins vegar að þá eru þeir sem eru í minni sveitarfélögunum þeir fara hraðar út heldur en þeir sem eru í stærri sveitarfélögum. Og hvað skýrir þetta? Og ástæðan náttúrulega sko það sem er nærtækasta skýringin þarna er náttúrulega svo að í stóru sveitarfélögunum það er einfaldlega burðuri stjórnsýsla sem er líklegri til þess að veita faglegri aðstoð vera backup fyrir verkefnin og svo náttúrulega er líka það er klárlega meira en það að fólk sé jafnvel í hlutastarfi þá í föstu hlutastarfi sé ekki fá greitt bara per fundi heldur það sé alveg fá föst laun í hlutastarfi þegar það er komið í stærri sveitarfélög. Rétt í lokin væri það eitthvað lausn að fara í frekari samningar á minni sveitarfélögum í það kemur að þessu? Það er ekkit endilega alls herra lausn vegna þess að til mig segir svo í Danmörku þar sem var farið í mjög stóra sameiningar fyrir mjög stuttu síðan og þá jókst álag á sveitarstjórnarfulltrúa alveg gríðarlega en þeir eru hins vegar með sama kerfi og þeir eru með bara áhaumannakerfi og fá greitt bara svona einhverja þóknun. Hins vegar að þá er meðalaldurinn þar miklu hærri. Við erum með fólk þar á milli 60 og 70 ára í meðalaldri meðan við erum með fólk hér hjá okkur á milli 40 og 50. Þannig að það sem er að gerast í Danmörku er að þar er fólk sem er greinilega farið að draga sig saman í vinnu á vinnumarkaðnum og hefur meiri tíma til að sinna þessu á sveitarstjórnarstiginu. Eva Marín, við komumst í miður ekki lengra með þetta sinni. Takk kærlega fyrir komuna. Við verðum ekki hér að viku liðinni með Silfri, þá er hvítasunna en minni á þáttinn eftir 2 vikur, það er dagurinn eftir kosningar og þá verðum við hérna saman við Egill með veglegan þátt. Verið sæl.